Jæja, Tóti, velkomin aftur. Hvernig er tilfinningin að koma aftur í uppaldið? Já, takk fyrir það. Bara mjög góð. Bara virkilega ánægilegu dagur og stoltur að koma aftur í KR og bara hlakka til. Hvað segir, ertu búin að vera að æfa með KR í allt sumar? Hvenær byrjaði ferlið að koma aftur heim? Já, þetta er svo sem bara hluti sem ég er búin að velta fyrir mér í sumar, bara með framtíðina og ég var náttúrulega líka að skoða að fara eitthvað út og mér náttúrulega leiði mjög vel fyrir norðan líka. En kallaði svolítið á mig að koma aftur í Vesturbæinn og hjálpa til og ég náttúrulega úr hverfinu og það er stutt að fara hérna og æfa og halda sér í standi, þannig að ég var ekki lögum máli, ég er búin að vera eitthvað að æfa sko, þannig að það bara fínt að þetta koma á reynd núna og bara eins og ég segi, hlakka til vetarins. Þú segir búin að vera að æfa dálítið, hvernig eru æfingar, eru há ákveð, er mikil svona spenningur fyrir að vera komin aftur upp í, réttu deildina, bónusdeildina? Já, ég meina, eins og ég segi, mér er mjög mikilvægt að hafa farið beint aftur upp, en þú veist, eins og með æfingarnar, þetta er svo sem, svona sumrin búið að misjöfn hjá bara knattspyrnumönnum á Íslandi, þú veist, það er bara æft hér og þar, þú veist, ég hef alveg verið að æfa einhvers staðar annars staðar líka í vetur, í sumar, bara með mönnum til að halda sér í standi, sko, því að þetta er náttúrulega búið að vera svolítið langt sumar og þannig að núna bara fyrir að keyra upp æfingarinn í Káraheimilinu og bara menn á leiðinni svona og bara stutt í það. Bara svona deildin almennt, þú ert búin að fylgjast með leikmannaskiptingum eins og allir aðrir, hvernig líst þér á komandi tímabil? Heldurðu sér eitthvað svona, eru KR að fara að vera instant contenders í efsta sæti eða hvað sérðu þau svona ykkur og hvað sérðu önnur leið? Mér líst bara mjög vel á þetta, þú veist. Krafan er alltaf skýr í Vesturbænum og það er alveg þó að það séu sem lílegar í ár, en ég held að deildin sé bara að fara að vera mjög sterk alveg eins og í fyrra. Það er mjög mikið af mjög flottum liðum, margir að gera bara skýra kröfur á það að vinna, þannig að ég held að þetta verði bara mjög jöfn og skemmtileg deild. Ég meina, þú veist, ég veit hvernig það væri í fyrra, þetta verði ekkert öðruvísi í ár. Til hamingju, vertu velkomin aftur í Reykjavík. Takk fyrir það.